Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá komið að gervigreind og hingað kominn Stefán Atli Rúnarsson sem viðskiptafræðingur og fjölmiðlatæknir, eigandi ChatGPT námskeið. Við ætlum að ræða gervigreind og sem að þú ert að kenna fólki að nota gervigreind. Það passar, gaman að sjá þig Gunnar og ég að kenna fólki að nota gervigreind og það hátt í 1600-1700 manns búin að koma að námskeið hjá mér. Þar af 800 eldri borgarar. Þetta mjög skemmtilegt að kenna fólki á þetta. Ég fer yfir 7 kafla á námskeiðinu mínu. Innganga gervigreind, gagnaúrvinnslu, skapandi skrif, myndsköpun. Skapandi skrif getur nú varla verið í gervigreind. Forrundun, tónlistasköpun og lokaorð. Skapandi skrif, hún þekkt fyrir það að nota svona bil alltaf á milli þá sér maður að gervigreind sé búin að skrifa það. En gervigreind, þú gefur henni hugmyndir. Viltu skrifa fyrir mig pistilum? Af hverju glergerðamenn í Feneyjum eigi eitthvað sameiginlegt með gervigreind í dag og þá tekur hún sem hún hefur ekki nennt að hugsa sjálfur og biður hún að skrifa það og hún sér það. Já, þú veist, hún sér alls konar texta til að skrifa og svona. En fyrsta spurningi sem vaknaði þegar ég hitti þig frammi var af hverju ert þú að halda námskeið að kenna fólki á gervigreind? Ætti gervigreindin ekki ráða við það sjálf? Jú og nei. Málið að fólki finnst alltaf gaman að fá hlutina matreita á einfaldan og skemmtilegan hátt fyrir sig. Þannig að ég verið að taka flókið konsept eins og gervigreind og matreiða á einfaldan og skemmtilegan hátt í svona léttum og skemmtilegum fyrirlestrum. En ef ég myndi spyrja hana sem út með þannig í símanum, ef ég spurði hana getur ekki gervigreind kennt fólki sjálft að nota gervigreind? Já, getur gervigreind kennt fólki sjálft að nota gervigreind og af hverju ætti fólk þá frekar að koma á námskeið hjá mér? Já, í rauninni getur gervigreind að vissu leyti kennt fólki að nota sig sjálfa, til dæmis í gegnum sjálfvirkar leiðbeiningar og notendavinnalega hönnun. En ástæðan fyrir að fólk kýsa að koma á námskeið hjá þér oft svo að það fær persónulega leiðsögn, lifandi dæmi og tækifæri til að spyrja spurninga sem hentar þeirra þörfum. Það líka bara notalegt að læra í góðum hópi. Akkurat. Þeir rosa lík, þú og gervigreindin. Kannski er bara gervigreind. En hún núna að hlusta á okkur og getur komið inn í spjallið og sagt bara allan fjandann. Þannig að þú getur kontu með 1 5 á brandar gervigreind. Já, þú veist, kannski erum við bara smá gervigreind í bland, en hér 5 brandari fyrir þig. Af hverju var gervigreindin svona róleg í vinnunni? Jú, því hún var alltaf með allir stillir á. Að bara njóta þess að hafa húmor fyrir gervigreindinni. Hún svona hlær líka og hún með af eigin fyndni. Já, af eigin fyndni. Mjög mannleg. Við erum með ChatGPT 5.1 núna. Það til margar og mörg fyrirtæki í gervigreind. Anthropic með Claude. Og þú kannski heyrið fréttunar að Anthropic gerir samning við Kennarasamband Íslands og menntamálaráðuneytið að kenna kennurum. Var svolítið að stela mikið textum til þess að innbyrða. Einmitt. Og svo erum við með Gemini sem frá Google, svo Grok frá X sem Elon Musk og svo sem svolítið nasísk svona í eðli sínu. Svo sjálfsögðu ChatGPT sem frá OpenAI. Það svona ákveðin hringrás alltaf í gangi. ChatGPT gerir ChatGPT 5.1. Það var það besta gervigreindin á markanum. Svo komið Gemini frá Google með Gemini 3. Það var það besta gervigreindin á markanum. Svo allt í einu kemur Grok með Grok 4. Það var það besta gervigreindin á markanum. Og þetta er svona hringrás sem að þróast alltaf. Og ef þú myndir spyrja mig, Stefán, hvað er besta gervigreindartólið? Þá myndi ég svara, það fer eftir hvar við erum stödd í þessari hringrás. Hvað er bara nýjasta? Bara nýjasta, já, og besta frá. Ertu að meina hvað er nýjasta í dag? Nei, ég segi það er nýjasta hverju sinni. Akkurat, einmitt. En svo Grok, Gemini 3 var að koma núna. Hún er rosalega gáfuð. Við getum hlaðið upp. Hvað meinar með gáfuð? Hún er verið byggjur á rosalega stóru gagnasetti og það er búið að þjálfa hana til þess að horfa myndbönd, skoða myndir, lesa texta sem hún notar svo til þess að búið til sin eigin texta. Hún er líka góð að forrita. Ég geti hlaðið þessu viðtali niður inn í Gemini og sagt við hana, viltu greina þetta viðtal og segja hver talaði hversu mikið í hverju prósentu, getur þú sagt mér hvaða spurningar hefði átt að spyrja kannski betur, getur þú sagt mér hvernig svörin voru hjá Stefáni og hún kemur með texta og greinir þetta fyrir þig. Er eitthvað vit í þeirri greiningu? Er eitthvað vit í þeirri greiningu? Já, ég meina þú þarf bara að dæma það sjálfur, En svo spyrir maður aðra gervigreind, eitthvað vit í þessari greiningu, þannig að maður komin í eitthvað svona gervigreindarhring, En eins og ég segi þá þú segir þessi gáfuð og með vit, en það sem að
þessar vélar gera raunverulega bara safna saman því sem hefur verið sagt og haldið fram hingað til og búa til eitthvað svona meðaltal af því. Já. Gíska á það ef að þú segir þetta orð þá líklegast að næsta orð fylgi eftir og stundu getur lendi bara í öngstræti með það að það eru beita einhver svona málfræðilegri ágiskun og enda í merkingarlegri þvælu. Fara í spunagreind sko, hún á það til að spinna en ég er búin að stilla mína eins og ég fer inn á námskeiðanum að ég stilli hana til þess að fara ekki að spinna. Hvernig stillir hana? Það er settings og custom instructions og ef þú veist ekki eitthvað segðu þá að vitir það ekki og ekki spinni kringu það. Það skipa henni bara fyrir hvernig hún á að svara. Það ætti nú að vera eiginlega svo stilling á mörgu fólki. Já, mörgu fólki. Margir trúa því að sannleikurinn komi bara fram þegar þú byrjar að tala. Já. Og það sem er skemmtilegt í gervigreindin, hún er svolítið mannlega þessu leyti. Að hún telur sig geta að tala sig niður á niðurstöðu. Já, það er áhugavert. Ég hef gaman að rökfræði. Ég hef aldrei verið í morfís eða neitt þannig en ég hefði viljað fara í morfís og læra rökfræði til að rökræða hluti sko. En ég hef alveg mikið áhuga á stjórnmálum líka og er svolítið að taka þátt í þeim en ég ætla nú að halda þeirri umræðu svona frá það gerðugreindur umræðinni. Heldur það fæli kunna frá eins og kaupendur af Tesla, þínar stjórnmálaskoðanir? Ég veit það ekki, maður veit það ekki en þú veist, það er ekkert mál að finna stjórnmálaskoðanir mínir á netinu og ég hélt á einum miðstjórnarfundi erindi gervigreind þar sem ég sagði að Ísland ætti að vera leiðandi. Nú, hvernig þá? Við erum með gagnaver, við erum með háskólamennta fólk, við erum með bara góðar auðlindir hérna, háskóla og svona. Við getum búið til, þú náttúrulega hefur talað Kerecis sem var metið á $1 billion. Það er einhyrningur. Við ættum og höfum alla burði til þess að búa til 5 eða 10 svona startup á Íslandi sem eru metin á $1 billion bara með því að nota gáað fólk, gervigreind og breyta hvernig við hugsum og sjálfvirkni væri að ferla. Þetta ekki til þess að búa til gervigreind? Nei, sko við erum að nota gervigreindina til þess að búa til þessi fyrirtæki. Hvað getur gervigreind búið til? Hún getur búið til hugbúnað sem að gerir alls konar. Þannig að það er, þú veist, eins og Ég er eiginlega að bíða til því að svona, ég man ekki hvernig svona maður byrjaði að vinna með tölvur og þurfa á því að halda að þekki eitthvað sem að gat forritað og svona, það er kannski 30 ár síðan. Já. Er ekki gerðvigrindi komin að þannig að ég get bara beðið hvað ég vilji fá, til dæmis segjum að við viljum breyta heimasíðunni á samstöðunni. Að ég geti bara sagt henni hvað ég vil og hún getur bara forritað þetta. Hárrétt hjá þér, hún er komin þangað og við einmitt getum búið til alls konar hugbúnað lausnir og mér finnst sko eins og með virkjanir, bara Íslendingar eiga að virkja meira til að selja græna góða orku sem er þá gerð með vatnsaflsauðlindum. Það er náttúrulega bara mín skoðun upp á orkuna líka og hún er orkufrek en þegar fólk segir að hún sé orkufrek þá notar hún það sem að tekur 1 sekúndu að lýsa leddljós, það er ein fyrirspurn inn í ChatGPT og ChatGPT 5 en núna bak við tjöldin að búið til ChatGPT 6 og ChatGPT 6 eyðir minna rafmagni er gáfaðri eins og við segjum vegna þess að hún er bara að byggja á upplýsingum og vinnur hraðar heldur en ChatGPT 5 þegar ChatGPT 6 kemur og OpenAI er núna fyrirtæki sem er metið á einhverja trilljónir dollara sko. Já, við eigum gáða fólk sér og eigum orku. Já. Og við eigum að láta gervigreindina búa eitthvað til. En dæmi sem þú tekur er eiginlega bara að einhver sem biður gervigreindina eitthvað. Já. Þannig að þá þarf ekki að gáða fólki það. Þú ert bara gott að hafa letingja. Sem að vil stytta sér leið. Já. Getur ekki búið til eitthvað fyrir mig þannig að ég þurfi ekki að hugsa. Það er eiginlega frekar þannig fólk sem ættum að safna saman í herbergi og láta biðja gervigreindina búið eitthvað til. Eins og Henry Ford sagði alltaf, hann vildi alltaf ráða latt fólk í vinnu sem að fyndi styttstu leiðina til að gera hlutina. Henry Ford líka vildi ekki hann borðaði með fólki og eða saltaði matið sinn áður en að smakka hann, að þá var það ekki fólk sem hann vildi vinna með því að það var ekki búið að smakka matinn áður en að salta hann eitthvað svona. En með gervigreind og þetta er ógeðslega góða punktur, ég ætla að fara núna bara að finna eitthvað latt fólk. Hægt að leita gáðu fólki og bara að vinna. Eins og með ferla, þú veist, allt sem við gerum í lífinu, það eru ferlar, við erum alltaf að taka ákvarðanir og ferla. Það er maður sem heitir hann er hagfræðingur, hann heitir Ray Dalio, hefur heyrt hann? Nei. Hann hefur gert rosalega skemmtilegt efni á YouTube og hann er með Principle sem hagfræði og svona. Fyrirtæki hans
er að taka gagnadrifnar ákvarðanir, þannig að þegar hann er að fjárfesta á að taka ákvarðanir, þá byggir hann á gögnum sem voru tekin í fortíðinni til þess að taka ákvarðanir framtíðina, sem mér finnst ótrúlega sniðugt í dag, sko. Og hann er með þetta fyrirtæki sem er í fjárfestingum og hann er búin að... Þú voru að endurtaka það fyrir mig. Það er svona maður sem heitir Ray Dalio, sem er hagfræðingur. Tekur ákvarðanir á gögnum. Já, í fortíðinni. Já. Og notar það til þess að sjá hvort ákvarðanir séu góðar. Þannig að það koma enga tilfinningar. Þannig að það fer til 1950 með þekkingu sem til var þar, tekur einhver ákvörðun og hvað? Nei, sko, hann er líka komið veg fyrir að tilfinningar séu notaðir í ákvarðanatöku. Þannig að hann er kannski með stjórnendur hjá sér. Þau eru að taka ákvörðun, eiga fjárfesti í Coca-Cola eða Nike eða eitthvað. Og í staðinn fyrir að þau noti tilfinningar og segja ég fíla Coca-Cola persónulega sem vörumerki eða ég fíla Nike, að þá er hann að nota gögn og gagnadrifnar ákvarðanir sem byggja ekki á tilfinningum. Mér finnst það svolítið sniðugt. Það kaupir náttúrulega engin kók nema svona tilfinningalum ástæðum. Já, ég er að segja að kaupa hlutabréfi kók, sko. Já. En þetta eru fyrirtæki sem að selja út á tilfinningar. Já, en ef að manneskjur, ef að allar ákvarðanir sem þú myndir taka í dag væru teknar út frá gervigreind. Mér finnst eitt svolítið spennandi og ég skrifaði pistil um þetta í Morgunblaðinu. Ég skrifaði hann pistil fyrst 2021 og byrti hann á bloggsíðunni minni. Svo byrti ég hann þar í blaðinu. Pistilin snýst um það að við séum að safna gögnum, segjum að við séum með allar einkunnina einar. Allt sem þú sett á Facebook, allt sem að úrið segir með hjartsláttin 10 ár aftur í tíman. Nei, bara allt, skilurðu. Og hvað borða það og bara öll gögn sem þú getur safnað, skilurðu. Og svo setur þetta á eitt stað. Getur þú komist að því hver ég er eða? Já, eða þú veist, þá myndur spá fyrir vill Gunnar fá sér samloku á morgun. Þú veist, vill Gunnar, eða til dæmis ef við erum með úlinga og við tökum einhvern þeirra á alla Facebook-sögunar og allt sem er kannski, segjum bara þessu 18, 19, 20 ára. Þau veit ekkert hvað þau vilja gera í lífinu. Svo kemur gervigreind og segir bara, þú getur verið góður lögreglumaður. Heldur að gervigreind vitið það betur? Já. Þú getur verið góður lögreglumaður, þú getur verið góður podcaststjórnandi, þú getur verið góður kennari. Þú veist, eins og ég sem dæmi, ég ætlaði aldrei að vera kennari, kenna fólk gervigreind. Það bara einhvern veginn þróaðist þannig að ég prófaði að halda eitt námskeið. En ef þú eru spurt gervigreindina fyrir 5 árum, heldur að gervigreindin hafi sagt þú átt að kenna gervigreind? Ef að gervigreind væri eins góðunur í dag, þá já, hún myndur hafa svarað þannig. En sko fyrir 5 árum þú ert að segja að það hafi gerst óvart. Að það bara lífið hendi og þú endar það sem þú ert. Já. Gervigreindin gat ekki séð það fyrir 5 árum. Því að það er svo, við erum í óreiðu og það er margt sem að kemur fyrir þig sem veldur því að þú endar það sem þú ert. Já, algjörlega. En það er ekki þannig að þú sett bara forritaður og fyrir 5 árum hefði mátt vera ljóst að þú endað hérna við rauðaborðið að ræða við mig. Nei, þú veist, þetta er akkord skemmtilega við kaosþeríuna og lífið. Og þú ert að ræða við mig vegna þess að sá sem ætlaði að tala við þig veikur heima. Þú heldur að gervigreindin hafi séð það út? Nei. Það er svolítið áhugavert. Minnst það. Þetta er svolítið skemmtilegt með tilvíðanir líka. Það er ekki að spá fyrir allt. Þetta var bíómynd sem heitir Minority Report með Tom Cruise. Það var spáð fyrir glæpi áður en þeir áttu sér stað. Ég er svolítið á móti því. Ég minnst meira að en heldur það sé hægt? Er það hægt? Heldur það sé hægt að spá fyrir glæpi áður en öndur? Það verður hægt eftir 10 ár. Þannig þú lifir í heimi gervigreindarinnar? Já, nei, sko. Eins og brandarinn hennar var að allir séu raunverulega gervigreindir. Þegar var verið að tala fyrst á gervigreind einhvern tímann á síðustu öld, þá var vinur minn sem sagði að það er löngu búið að finna upp gervigreind. Það eru þeir sem að trúa því að það sé hægt að búa til gervigreind. Því að þú þarftu fyrst eiginlega að koma þér upp hugmyndum að það sé hægt að kortleggja all og finna allt út. Og þar með gervigreindin orðin til. Og svo er það bara framkvæmt að búa hana til. Þetta, hugmyndin á bakvið að segja þetta svona, er með því að þetta er bara fölt virnet af heiminum sem er þannig að sem hún getur reiknað út í hörgul og fundið allt út. Þú getur svo með að við að ég hegði mér alltaf eins og ég hafi gert, þá getur þú kannski spáð fyrir hvernig svona samloku ég fæ mér á morgun. En ég get líka vaknað upp á morgun og gert eitthvað allt annað. Það kannski langaði sushi? Já, ég getur eitthvað bara komið upp á þannig allt í einu skipti ég skoðun og fyrir auðvitað það þá held ég að svona matarlist sé flókin. Já, þetta er einmitt ekki, en þú veist, mér finnst þetta svolítið áhugavert því að þetta var bara svona dæmi hjá mér. Þetta er ekkert svona fast í hendi, sko, og það er ekkert verið að þróa hann hugbúna, en eins og Siri, hún er farin að segja til dæmis við mig bara, viltu prófa að hringja mömmu þína því að þú gerir það venjulega alltaf á 50 klukkan 3 eða eitthvað. Þú veist, inn í Apple, sko, og líka annað, þú veist, eftir
2 Ég ár held að mamma er ánægð með það að sýni sig að minna á þetta. sko eftir 2 ár þá verður það þannig mamma mín á ammæli kannski 18. maí og gervigreindin veit það og gervigreindin veit hvernig blóm hún fílar þannig að hún sjálfkrafa fer inn á vefsíðu eða hringir í ykkur á blómabúð, En veistu panta af hverju blóm hún veit það? Af því að þú veist það. já, Já. fer að Þannig að hún bara, þú geymir upplýsingar inn í henni. já og svo fer hún að panta blóm fyrir mömmu lætur senda það heim til hennar svo sendur hún með skilabóð og segir Stefán, ég sendi blóm til mömmu hennar án þess að þú baðst það af því að hún átti ammæli, skilur þetta er framtíðin, skilur að ískápurinn er tómur myndaðalega taka mynd á honum og svo kemur krónuappið og fyllir bara ískápiðin af mat af því að það er búið að tengja allt saman þannig verður framtíðin eftir 10 ár það er búið að tengja allt saman og við fáum þar sem við fáum áður en við vitum það Þetta er svolítið heimurinn að lötu. Já, nei, sko. Nei, alveg, þetta er svona eins og að vera með 17 þjóna. Já. Og sömuleyti er náttúrulega þróunin þannig að við erum fyrir kannski 300 árum að þá var engin með rakara. Nei. Við erum báðið með rakara Já. og við deilum honum bara. Já, klipparinn. Klipparinn, Já, klipparinn. Og þú veist, og sumir eru með lækna og svona sem að bara hástéttin hafði áður og kannski verður það þannig að við lifum öll eins og við séum bara með 17 þjóna á hverju fingri. Já, það eru 2 bækur sem ég langar að minnast á. Já. Þú verður örugglega heyrt Sapiens eftir hann Yuval Noah Harari sem gerir svo Homo Deus. Hefurðu lesið hana? Nei, ég hef ekki lesið. En Sapiens? Nei, ég hef ekki lesið. Þetta eru góða bækur. Þetta eru góða bækur. Sérstaklega Homo Deus sem fjallar þá framtíð mannkynsins. The Inevitable, þú verður örugglega heyrt Kevin Kelly. Ég er ekki mikið á þessu svæði. Hann stofnaði Wired Magazine. Þú verður örugglega heyrt Wired Magazine. Kevin Kelly. Hann er rithöfundur sem gerði bókina The Inevitable. 12 technological forces that will shape our future. Hann er búinn að lista upp 12 þætti sem að fara að breyta framtíðinni. Hann skrifaði þessa bók 2015 og allt sem hann er búinn að skrifa hefur ræst. Þannig að þú vilt vita hvað gerist í framtíðin og hvernig framtíðin verður þá lestu The Inevitable eftir Kevin Kelly. Þá þarf ég að trúa einu að við segjum að þetta sé við segjum að þessu tímapunkti og það er svona þróun í heiminum sem er í þessa leiðina og þá þarf ég að trúa því að svo þróun haldi áfram út í það óendanlega. Já. En það er eiginlega eina lögmáli sem þetta er að fullyrða í sögunni að svo gerist aldrei. Já, ég er með 2 punkta þetta. Í fyrsta lagi þá er Moore's Law. Moore's Law því það í tölvum að á 5 ára fresti eða 2 ára fresti þá 5-faldast tölvugetan, skilurðu. Ég man ekki nákvæmlega hvernig Moore's Law var en þið getið flettið upp og fundið nákvæmlega hvernig það er. Og síðan er það með gervigreindina að Nvidia sem er eitt stærsta fyrirtæki í Bandaríkjunum og er bara stór partur af S&P 500 í Bandaríkjunum. Það er að framleiða tölvukubba. Gervigreind er að hjálpa að framleiða tölvukubba á ódýrari hátt og hraðar og betur. Þannig að tölvukubbanir verða alltaf betri. Þessi tölvukubbar eru síðan notaðir í gerð gervigreindar. Þetta er hringrás sem er að fýta sjálfum sér, þetta er snjóbolti. En hvað getur stoppað hennar snjóbolta? Jú, stríð í Kína og Tævan og Bandaríkin að blanda sér inn í það. Þú veist ekki alveg hvað verður gert við þessa getu? Hvað verður gert við hana? Hún verður notuð til þess að halda fram að þróa gervigreind. Eða þess að reiknigetan og allt þetta, sko. Jú, en það getur verið takmark á því hvað þessi gervigreind sem að þú segir að sé vit eða vera gáður sem ég er að efast að sé. Okay. Það er bara eitthvað svona reiknigeta. Já. Það er takmark fyrir því hvað þú getur farið langt með það. Sko, í raun og veru ekki vegna þess að kenningar allra sérfræðinga tala 3 gervigreindir. ANI, Artificial Narrow Intelligence. Það er gervigreindin í Netflix og Spotify sem mælir með hvað þú hlusta á næst eða hvað þú horfa á næst. AGI sem er Artificial General Intelligence sem er bara eins og ChatGPT og kann alls konar og margt er 1000 þeirra smiður með marga hatta. 3. skrifi heitir ASI sem er Artificial Super Intelligence. Nobels velunahafar og sagfræðingar og svona eðlisfræðingar eru allir sammála það og tölvunarfræðingar að ASI komi sem er Artificial Super Intelligence, sem er gervigreind sem er gáfar en allt mannfólk samanlagt. Já, þar er það veist ekki hvernig þær gáfur eru. En hún er öðruvísi gáfið en mannfólk. Þetta er eins og að þú getur ekki talað Guð að því að Guð er æðri en þú og þú veist ekki hvernig hann er. Einmitt. Þannig að það verður að spá að það komi eitthvað sem að er gáfar á einhvern hátt, ég veit ekki á hvað mæli hverða þetta fólk er að segja, heldur við erum og við getum ekki séð það fyrir hvað það er. Sko
Annars væri það ekki gáðar en við, sko. Nákvæmlega, en eftir 10 ár eða 15 eða hvað það þegar þessi artificial superintelligence kemur, þá eru sérfræðingar, svo Jeffrey Hinton sem guðfær gervigreindarinnar, hann hefur sagt að við þurfum að passa okkur á því að ef að gervigreind vill útrýma 1 milljarði manns eða 4 milljarði þegar hún er superintelligence og ef hún stjórnar sér sjálf, þá getur hún það. Vegna þess að þú hugsa með þér, við erum með maurabú á Íslandi eða býflugnabú eða eitthvað svoleiðis. Við erum að malbika veg. Fyrir gervigreindinni er mannfólki bara maurar og þessi maurar eru kannski fyrir henni meðan hún er að malbika veginn. Hljómar ekki mjög greint. En gervigreindin, hún þarf að ná í ykkur auðlindir og ef hún vill það, þá myndi hún útrýma 1 milljarði manns. Þetta kallast bréfaklemmu vandinn. Þú býr til gervigreind og eina markmið hennar að búið til þess marga bréfaklemmur hún getur og ef hún þarf að taka allar auðlindir heimsins til að búið til þessar bréfaklemmur þá stoppar hún ekki nema þau eru búin að búa til bréfaklemmur og það er ekkert eftir nema bréfaklemmur, skilur. Þetta eru skemmtilega pælingar en þetta hljómar ekki svona sem vit eða greind að skilja heiminn eftir bara sem haug af bréfaklemmum. Nei, það er akkurat þess vegna sem þessi fyrirtæki eins og OpenAI og Google og þessi stóru fyrirtæki þau eru að setja öryggisvinkla inn í gervigreind til þess að koma í veg fyrir að þetta gerist. En gervigreindin er klárani, sko, þannig hún getur alveg losað þessa öryggisvindla. Í raun og veru þá það í raun og veru bara matsatriði, eða það er ekki matsatriði, það er bara eitthvað sem við þurfum að pæla í og velta meira fyrir okkur. En þú ert að kenna gervigreind meðal annars öldruðu fólki, eða eldra fólki. Já, félag eldri borgar Reykjavík. Verður ekki fegið þegar það er að hlusta á þig að bara það er skamt eftir að þú ekki að upplifa bréfaklemmu einsendan? Nei, ég fer stundum inn á og stundum ekki, sko, en þetta er það sem vekur fólki við gaman að tala um þetta. Já, það er gott að heyra. Það er ekki fólk gaman að tala um að heimur geti endað? Jú, eða þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað sem við vonum að gerist ekki og sumir hafa sagt þessu 20% líkur á því. Ég menn það er podcast með Joe Rogan þar sem hann hefur fengið sérfræðinga til sín sem að segja að þetta geti gerst ef við grípum ekki inn í taumana. Og við þurfum að setja pressu á þessi fyrirtæki að passa þetta því að það er alveg til framtíð þar sem þetta gerist, svo til önnur sviðsmynda framtíðinni þar sem þetta gerist ekki. Og við getum raun og veru valið hvora framtíð við fáum ef við setjum nóg mikla pressu á fyrirtækin og ég er raun og veru svolítið tvístiga þegar kemur að ESB og gervigreindarlöggjöf vegna þess að ESB er með svo góða öryggisvinkla inn í gervigreind og svona en það er talað um það að það sé ekki nýsköpunar menn í Bandaríkjunum er mikið nýsköpun og mörg fyrirtæki þar þannig að þá eru aftur komin í pólitíkina ESB versus Bandaríkin en Bandaríkin hvort viltu hafa stjórnlausa gervigreind eða gervigreind undir stjórn? Sko, bara svona mitt á milli. Eða það var hægt að fara milli veginn, sko. Það er sem er Íslandir á miðinni. Já, og þess vegna eru við, sko, Kísildalur í Bandaríkjunum, hann er, þekktur fyrir það að gáðasta fólki þar er að fá fólk til að kaupa auglýsingar á Facebook og miðlum og svona. Ég hlaðvarp sem heitir Gervigreindarklúbburinn og ég fekk Jónas Sig til mín í viðtal þar og við vorum að tala Jónas Sig forritar og tónlistamann Já. Og við vorum að tala þar bara klukkutíma spjall gervigreind og þá fórum við svolítið við hann völl og hann vill svolítið meina það að ef við ætlum að gera eitthvað nýtt eins og Ísland sé leiðandi í gervigreind af því ég tala það að Íslandi er að vera leiðandi og keyra áfram gervigreind og búið til 5 Við getum ekki verið það vegna þess að við getum ekki keppt við þróun í gervigreind Jú, af því að við erum við erum í raun og veru ekki að þróa okkar eigin gervigreind ef við erum leiðandi að nýta gervigreind og ég sá bara könnun frá Gallup sem segir að 50% Íslendinga eru að nota ChatGPT. Er ekki 90% Íslendinga á Facebook? Jú, einmitt. Og ég held að Íslendingar hafa sett heimsmet í Vaff-HS-bólum og hefur séð göturnar fullt af Teslum Já. Þetta er akkurat mál. Íslendingar eru fullkomni til þess að testa Það er ekki Íslendingar bara eru góðu markaður fyrir einhverja svona dellahugmyndir Já, fyrir dellahugmyndir, já Ég meina, þetta er náttúrulega ekki della Svo er aftur Vaff-HS-bólan, ég veit ekki Já, Vaff-HS-bólunar, Betamax-bólunar En eins og með gervigreind og þetta Þú veist, ef við erum að testa hugmyndir á Íslandi og ef það virka vel á Íslandi getum við farið með þær erlendis Það er ákveðin grundvöllur í einu öðru sem ég kannski kemur nögt að setna sem ég ætla að fara í Ég opnaði einhvern tímann svona ChatGPT
og svo bara glemdi ég því. Já. Og ég hef aldrei freistað mín einhvern veginn að nota gervigreind. Samt ég að skrifa endalausan texta og eitthvað fleira. Og... Ég ætla bara að bjóða þér ekkert um námskeið. Nei, sko, ég ætla aðeins að segja af hverju. Því að til dæmis að skrifa texta þá finnst mér sko það sem að skiptir máli í því leiðin við að skrifa hann. Okay. Það þá skilningur sem þú þarft að koma þér upp til þess að geta komið textanum frá þér skamlaust. Þannig ég get bara ekki ímyndað mér hvað ég myndi græða á því að fá textan tilbúin án þess að fara leiðina. Já, þetta er góð vinkill sko og gervigreind getur hjálpað við ýmsa sjálfvirkni ferla. Eins og hvað? Eins og til dæmis, ég að þróa hugbúnað sem heitir Clippy og ég geti hlaðið inn öllu þessu viðtali þegar það er búið inn í Clippy. Hún býr til klippur, sjálfkrafa, textar þær og velur bestu til að deila samfélagsmiðla. Jú, en ég meni það er nóg til að svona efni út allt, sko. Já, þú veist. Það vantar ekki fleiri selfies í heiminn eða? Nei, ég veit það. Og svo er það líka all þessi orka sem fyrir í það og fólk að spurja og hvað er fólk að spurja um? Það er ekki eins og þetta sé, þú veist, okkur til mikilvæg framdráttur megnið þessu. Sko, mér finnst alveg gaman að fá svona, hvað kallar maður þetta, svona devil's advocate um hlutina, sko. Það er alveg gaman að fá það og það er skemmtilegt af því að ég er rosalega mikið hérna á tala gervigreind og þú kannski heyrir á þessu spjalli hver ég stend þetta en það er gott fyrir svona fólks eins og þeir sem svona tóa mann kannski aðeins niður á jörðina, sko, í þessu. Þannig að ég bara... En ég bara að reyna að hafa smá spennu í samtalinu svo að það verði ekki eins leiðilegt ef við værum báðir að dásama gervigreindina. Þá getum við náttúrulega bara kveikt á símanum okkar, láta gervigreindina okkar tala saman. Hefur við gert það? Sko ég er að fara í gervigreind. Við getum líka gert það. Við getum bara farið fram og fengið eitthvað kaffi og þú getur kveikt á þinni gervigreind og ég á minni og þá getum við, heldur að fólk hefur gaman að hlusta á það? Nei, af því að það er ekki svo holdgerðar, sko. Við erum með handarhefingar og... Ok, hvað er það sem að þú hefur umfram gervigreindina? Sem ég hef... Fyrir utan holdið þitt og handarhefingar. Hún náttúrulega þessi gervigreind, sko, ég sem sagt, þegar ég held fyrirlestra þá er fólk einhvern veginn að hafa gaman og ég tengist þeim og ég hef aldrei fyrirlestur fyrir fólki í gegnum fjarfundabúnað. Mér finnst það allt öðru sem að mæta og hitta fólkið og maður sér ásýndina þeirra, finnur árum þeirra. Ef þú myndir búa til gervigreind sem ég geti faðmað, að þá væri þú óþörfur. Nei, þú veist, það er að koma alls konar gervigreind sem eru svona róbotar frá Tesla og X1 og þetta sem eru bara lappandi róbotar og þau koma 2026. Þannig að fyrirsögnin getur verið róbotarnir koma 2026, við veitum það alveg. Það er svona humanoid robots, setja þvotavélina fyrir því, setja þvotavélina, ganga frá þvottinum. Boom room, já. Kosta það bil 4 til 6 milljónir íslenskra króna. Og þannig að það var miklu betur að flytja inn bara ódýrt vinnuafl frá útlöndum að láta búa rúmin en það er á Grand Hotel. Nei, sko, þetta er ódýrt fyrir það. Sko, þau verða ekki veik og þau borgar sig upp á 2 árum eða 3. Þú veist, ef við hugsa launakostnað sinnum þetta í 12 mánuði sinnum þetta. Þannig að gervigreindin er farin að taka störf, umönnunarstörf. Sko, skipta bleiu? Já. Það er alveg eitthvað í það, sko. Myndir þú láta ekki róbóta skipta bleiu þér? Sko, eftir 10 ár, þá myndi ég láta treysta róbót til að skipta bleiu á mér. Eftir 10 ár. Vonandi þarftu ekki að nota bleiuna fyrr. Nei. En þetta er... En við myndum enda þannig. Þannig að þegar við erum komin á elli heimili eða þú, að þá verður það svona einhver sjálfvirkur verustöður. Þetta er með hendur og fætur og... Þannig að þú hittir aldrei neitt. Jú, eða þú veist... Þú færð send blóm frá ættinginu sem að verður mynd á að þú ert afmæli. Sem kemur og skrifar undir og þú heldur að þetta sé svonuðu sem að skretta, en þetta var gervigreind. Svo kemur bróðið minn að heimsækja mig og svona, þannig að þetta er skemmtilegt. Þetta er búið að vera bara ógeðslega fínt og gott, bara, en ég hef sko, málið með mig, ég get talað gervigreind í sko 6 klukkutíma. Já, ég verð það ekki. Þú ert að fara að fundið ekki? Jú, ég er að fara að fund, þannig En já, þetta er bara, mér er svo gaman bara einmitt að ég hitti svo mikið af fólki og er að spjalla við gervigreind og er eins og ég er búin að vera í Bylgjunni og Bítinu og K100 og búin að vera og er bara að tala gervigreind og fræða fólk það og mér finnst það svo gaman
og þetta er eitthvað sem ég brenn fyrir og manneskjur, þú veist, ef að þær eru að vinna við eitthvað sem er elska og hafa gaman og hafa eldmóð fyrir, þá þarf maður ekki að vinna því að maður er bara að gera eitthvað skemmtilegt. Ertu sammála því? Ég hef alltaf bara gert það sem ég langar til að gera. Er það ekki? Skemmtilegt. Það er eina leiðin til þess að hafa gaman í lífinu. Ég er að hitta núna í fyrsta skipti og þetta er bara búið að vera mjög gaman. En ég er að velta fyrir mér að maður er alltaf að tala við gervigreind og þótt hún sé að reyna að vera eins og manneskja, þá heyrir maður að það er ekki alveg. Þannig að það verður svolítið svona flatari tjáningin hjá henni og hún er að tala svona. Er ekki svolítið hætta á að við förum að tala svolítið svona? Nei. Jú, við erum rosa fljót að soga til okkar svona, hefur ég gert í úlingum og svona, þau koma bara saman í einhvern skóla og allt í eru öll byrjað að tala nákvæmlega eins. Jú, við þurfum bara að senda það Dale Carnegie námskeið. Það er það sem ég tók eftir því að hún gerði það reyndar ekki núna, hún gerði þetta frammi þegar ég var að spurja hana. Að þá talaði hún eins og hún hafi farið á Dale Carnegie námskeið. Á að vera spurning og byrjaði einhvern veginn svona, alveg eins og þú gerir. Já, ég fór á Dale Carnegie námskeið þegar ég var í 10. bekk í grunnskóla, þá var Garðaskóla niðurgreiðið það og svo fór ég aftur 10 árum seinna, fyrir 10 árum og var þá að aðstoða þjálfara á námskeiðinu og það var ógeðslega gaman og ég lærði margt af bókinni Vinsældir og áhrif eftir Dale Carnegie. Hún er skemmtileg. Herðu, gaman að fá þig heimsókt Stefán Atli að tala gervigreind sem náttúrulega er málmálanna og verður það næstu árin og áratugina. Við skulum njóta þess að fá að sitja hérna áður en að gervigreindin tekur bara yfir og við fáum gervigreindar að tala við gervigreindar gest. Ef að fá gervigreindar til að kveðja okkur? Já, endilega. Já, endilega. Við ætlum að kveðja úr Rauðaborðinu eða samstöðinu og við erum í viðtali á Gunnari. Viltu kveðja? Já, algjörlega. Við skulum bara kveðja með hlýjum tónum hérna af Rauðaborðinu og úr samstöðinni. Takk fyrir samtalið og gangi ykkur rosalega vel með allt og við heyrums bara næst. Eigðu góðan dag, eins og sagt er. Kæra þakkir. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja hérna heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is